Sæl öll og verið velkomin í netspjall með Sigmundi Davíð Gunnlaugsyni og Bergþóri Ólasyni. Ég heiti Fjóla Hrund Björnsdóttir og verð fundarstjóri hér með ykkur í dag. Öll verðum við að bregðast við breyttum aðstæðum og því ákveðum við að pröfa að halda netspjall og stefnum að því að halda því áfram í einhver tíma. Þetta netspjall með öðruvísi sniðið að því leyti að þið fundargestið sjáðu einungis mig, Sigmund og Bergþór eftir því hver talar hverju sinni. Sigmundur og Bergþór ætla að byrja fundurinn á því að vera með stutt og tölu og svara svo spurningum frá okkur sem við fengum sent fyrir fundinn. Fundurinn verður í klukkutíma og því skulum við bara byrja þetta. Sigmundur, gjörðu svo vel. Þakka fyrir Fjóla og þakka ykkur fyrir sem þið að fylgjast með þessari skemmtilegu tilraun. Þetta er sjálfsögðu gert vegna ástandsins eins og það er núna, en það er aldrei að vita nema að þetta geti orðið fyrirmyndað einhverju sem við gerum þá áfram. Og að sjálfsögðu viljum við komast í að hitta fólk og halda venjulega fundi líka sem fyrst. Þetta er óvenjulegt ástand í stjórnmálunum líka eins og alls staðar annars staðar í samfélaginu. Og ég verð að viðurkenna að það er svona svolítið óþægilegt finnst mér að vera hvorki í aðstöðu til þess að stjórna og taka ákvarðanir þegar mann langar að grípa inn í og telur mikilvægt að gera eitthvað. Mér í aðstöðu til þess í rauninni að gagnrýna stjórnvöld að miklu leyti því að í svona krísuástandi þá er yfirleitt ætlast til þess að menn teppi sig saman og við höfum reynt að gera það. Við höfum reynt að styðja við ríkisstjórnina í því sem hún þó gerir og munum gera það áfram, stutt allar þær tillögur sem hún hefur komið með til að bregðast við ástandinu þó að við teljum reyndar að meira þurfi til og að í mörgum tilvikum ætti að vera öðruvísi aðgerðir að ræða. Og þá teljum við mikilvægt að það sé tækifæri fyrir okkur til þess að koma þó að minnsta kosti tillögum og hugmyndum á framfæri. Höfum reynt að gera það í þinginu, í starfi nefnda. Það hefur eitthvað skilað nokkrum árangri, vinna í nefndum í þinginu. En á sínum tíma þegar okkur var farið lengi eftir tillögum ríkisstjórnarinnar þá kynntum við okkar eigin tillögur og spurningar með. Það vakti svona takmarkaða athygli skulum við segja í fjölmiðlum eins og kannski við að búast í því ástandi sem þá var. Þannig að við ákváðum að auglýsa þessar tillögur í blöðunum. Þannig að það eru vonandi yrðu grundvöllur einhverjar umræðu. Og maður hefði viljað sjá meiri pólitíska umræðu, ekki pólitískt karp eða leiðindi heldur meiri umræðu stöðuna og hugsanlega lausnir. Og ég vona að ástandið sé aðeins að breytast hvað það varðar, að menn séu meira tilbúnir í pólitíska umræðu og vangaveltur, hugmyndavinnu. Og þessi fundur á að vera liður í því og mér skilst að það sé komin það mikill fjöldi af spurningum að ég er ekki að tefja allt og mikið með löngum inngangsorðum, svo ég ætla að segja þetta gott og hlakka til að hefja samtalið hérna eftir. Já, sælu verið öll, mikið gaman að sjá okkur svona mörg hérna á þessum laugardegi. Þetta er áhugaverð svona fyrsta tilraun og þau örugglega eftir að verða fleiri samtölin sem við eigum með þessum hætti og við þróum þetta vonandi eitthvað áfram á næstu dögum og vikum. En svona til bara örstutt til að bæta inn í það sem að Sigmundur Davíð kom inn á hér áðan. Þá þetta blasir við öllum í dag að það er aðgerðir sem að gripið var til í svona þessum svokallaða fyrsta aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar. Þær gengu allt of skammt miðað við það sem í raun var orðið augljóst þá strax og hefur orðið enn augljósara síðar. Og það sem ég kannski bara benda á í því samhengi er að ef ég man rétt þá var bandormurinn, lagafrumvarpið sem gerði allar þessar breytingar á mismunandi lagabálkum til að innleiða fyrsta aðgerðapakkan. Hann var ef ég man rétt samþykktur á föstudegi og strax á laugardeginum er Bjarni Benediktsson byrjaður að tala að það sé allt of skammt gengið. Og það setur málið allt í það samhengi að gerir það enn skrýtnara hversu ákveðnir stjórnarflokkarnir voru í því að hafna öllu sem kom frá stjórnarandstöðunni þarna strax í byrjun. Og það var kannski ekki upptakturinn af svona þessu mikla samstarfi og samvinnu sem boðað hefði verið, en það verður ekki sagt annað okkur en að við höfum
reynt að koma því á með þeim ráðum sem tæk eru og munum gera það áfram því að við sjáum bara til dæmis í þessari, bara svo ég taka dæmi í þessum inngangi af tveimur af lausnunum sem þegar er búið að ramma inn. Annars vegar hlutabótaleiðin. Hún lagaðist mikið í meðförum þingsins. Nei, í meðförum efnahags- og viðskiptanefndar. Og það voru fyrst og fremst breytingar sem að við vorum að leggja áherslu á strax frá fyrstu mínútu sem þetta frumvarpsdrögin komu fram. Þannig að það var hlustað svona að ákveðnu marki á þá þættin í nefndinni og það var til mikilla bóta. Síðan aftur höfum við núna annað dæmi svokölluð ríkisábyrgðarlán, brúarlán, þar sem að Seðlabankinn á í gegnum viðskiptabankana lána fyrirtækjum fyrir hlutarekstrar. Þar fengum við svo vægt sér til orðast tekið engum athugasemdum að koma. Bjarni Benediktsson sagði í andsvari við mig þegar hann mælti fyrir frumvarpinu að það að tryggja að þetta er gert með þeim hætti að það er einfalt í útfærslu og þetta vinna hlutina hratt og lágmarka flækjustig eins og nokkuð kostur er. Staðreyndin er sú að núna fyrst í gær var skrifað undir samkomulagi milli fjármálaráðherra og Seðlabanka. Nú á Seðlabankinn eftir að semja við viðskiptabankana og síðan viðskiptabankarnir þegar sáram er komin eftir að taka fyrir mál allra fyrirtækja sem þurfa að borga laun núna í mánaðamótin. Og mánaðamótin er ekki mjög marga virkadaga í burtu. Og ég hef nú stundum sagt að undanfarna daga að eitt stærsta vandamálið hvað samsetningu ríkisstjórnarinnar varðar í augnablikinu er það að þar held ég að sé ekki nokkur einstaklingur sem hefur þurft á fyrirstigum að hafa áhyggjur af því að borga laun mánaðamót. Þannig að skilningsleysið á þessum hluta vanda atvinnulífsins er mjög mikið að því virðist. En það eru margar spurningar komnar inn, ótrúlega margar, þannig að ég held að við ættum ekki að teygja þetta á þessum inngangsorðum og bara Fjóla, tekur þú ekki við stjórninni? Jú, takk fyrir það. Þá skulum við bara drífa okkur í spurningarnar. Fyrsta spurningin, Sigmundur, beint til þín. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna faraldursins hafa verið gagnrýndar af stjórnarandstöðunni og af ýmsum hagsmunasamtökum. Hvað hefði Miðflokkurinn vilja gera betur og leggja meiri áherslur á í aðgerðunum? Sigmundur, gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir. Það eru allmörg atriði, eins og ég nefndi áðan, þá kynntum við okkar eigin tillögur á sínum tíma, en ef ég ætti að einfalda þetta svo kostur er, þá hefðum við viljað sjá umfangsmeiri aðgerðir og almennari aðgerðir. Og það sem ég á við með þessu tvennu er annars vegar það að við sjáum samanburðinn á þeim aðgerðum sem íslensk stjórnvöld er að ráðast í núna annars vegar og svo stjórnvöld í mörgum öðrum löndum. Það var reyndar talað 230 milljarða umfang svo kallað á aðgerðum ríkisstjórnarinnar. En þegar betur var að gáð, þá voru þetta fyrst og fremst hugsanleg lán úr bönkunum og skammtíma frestun skattgreiðslna. Það var tiltölulega mjög lítið af viðbótarframlagi frá ríkinu miðað við það sem hafði verið kynnt áður. Og við þessar aðstæður þá því miður er staðan bara sú að það þarf mjög verulega innspýtingu úr ríkissjóði. En sem betur fer erum við í stakk búin, íslenska ríkið, til þess að ráðast í slíka innspýtingu. Ekki hvað síst eftir aðgerðirnar sem var ráðast í hérna fyrir nokkrum árum, þar sem að stöðu ríkissjóðs var algjörlega snúið við með því hvernig gert var hvernig slitabúin svokölluðu hjá bönkunum voru gerðuð. Algjörlega breytti stöðu ríkissjóðs og bjó til það sem kalla mætti hersjóð eða stríðssjóð eins og það er stundum kallað, og nú er bara stríðið sem við þurfum að takast á við hafið, stríðið við þessa veiru og efnahagslegu afleiðingarnar af því, og þá er eðlilegt að nýta þennan sjóð í þá baráttu. Og það sem ég á við með aðgerðum þurfa að vera almennari er að of margt af þessu er of flókið til þess að virka tímanlega. Og nú þurfum við aðgerðir sem að virka mjög hratt. Ég skal nefna dæmi að nú er gert ráð fyrir því að ríkisskattstjóri eða skatturinn eins og það heitir víst núna fari í gegnum einhver ferli með fyrirtækjum og leiðbeiningar frá þinginu og Seðlabanka liggja fyrir þetta.
Það sem þarf að meta hvert einasta fyrirtæki út frá mjög mörgum þáttum. Og oft er þetta matskennd atriði. Þetta getur tekið vikur ef ekki mánuði. Og þá er hættan svo að fyrirtækin verði búin að segja fólki jafnvel komin í þrot. Þess að það þarf aðgerðir sem að virka strax til þess að halda sem flestum í vinnu og halda sem flestum fyrirtækjum gangandi. Að sjálfsögðu þarf ákveðin viðmið, koma meira til móts við þau fyrirtæki sem að lenda í mestum skakkaföllum út af þessu öllu, en þau þurfa samt að vera þess eðlis að það sé hægt að afgreiða hlutina hratt og svo auðvitað fylgjast með í framhaldinu. Hvernig farið er með þetta fjármagn. Nú við nefndum í tillögum okkar að það þyrfti einfaldlega að fella niður ákveðna skatta tímabundið. Því að fyrirtæki sem getur ekki greitt skatt næstu mánaðamót, það mun, til dæmis í ferðaþjónustu, það mun ekki geta greitt á skatta í lok sumars, jafnvel ekki í lok árs. Og þar höfum við beint sjónum okkar sérstaklega tryggingagjaldinu sem er skattur á að hafa fólk í vinnu. Nánast refsing fyrir að ráða fólk til starfa. Og við þær aðstæður sem við erum í núna, þá er það er ekki góður hvati fólkin í þeim skatti. Svo að við höfum viljað snúa þessu við, líta til þess hvaða fyrirtæki hafa verið að greiða tryggingagjald og skatta til ríkisins á undanfarnum árum og taka mið af því. Og kosturinn við það er sá að þá er ekki hætta á því að ríkið sé að setja út peninga í einhver platfyrirtæki til dæmis, heldur hafa menn einfaldlega byggt upp ákveðna tryggð gagnvart ríkinu með því að standa í skilum. Þeir sem hafa ekki staðið í skilum á undanfarnum árum, þeir þá fá ekki aðstoð núna, en þeir sem hafa gert það, þeir hafa verið að greiða á vissan hátt tryggingu í formi meðal annars tryggingagjalds sem að við þessar aðstæður þeir ættu að njóta góðs af. Nú, ég hvet ykkur til að kynna ykkur tillögurnar sem við höfum verið að setja fram, sem er hægt að finna á miðflokkunum.is. En almennt er þetta svona, þær þurfa að vera umfangsmeiri, eins og við sjáum í öðrum ríkjum, og þær þurfa að vera almennari og einfaldari. Takk fyrir þetta, Sigmundur. Næsta spurning beinist til Bergþórs. Faraldurinn hefur haft víðtækar afleiðingar á Íslandi eins og allan heim og fólk hefur óttast bæði fæðu, öryggi og fleira. Hver er stefna Miðflokksins varðandi eflingu innlendra framleiðslu á landbúnaðarvörum, grænmeti, lækkun og raforkuverði til bænda og öðrum matvælaiðnaði? Gjörðu svo vel. Takk Fjóla. Þetta er mikilvæg spurning og það er auðvitað þannig að við höfum bara frá því Miðflokkurinn var stofnaður 2017 og þar lengi áður frá Sigmundi Davíð hefur auðvitað verið tala fyrir mikilvægi þess að styðja við og efla innlenda matvælaframleiðslu. Og hvort sem það er þá í grænmetisrækt eða á öðrum sviðum, af því að sérstaklega spurt um eflingu grænmetisræktar í þessari spurningu. Ég held að við verðum á allt öðrum stað eftir að þessum faraldri er lokið, hvað varðar skilning fólks á mikilvægi fæðuöryggis. Það hefur nú svona á köflum verið talað um það sem einhverja hálf púkó umræðu að tala fyrir mikilvægi þess að við séum svona sjálfbær með sem flesta þætti innlendrar matvælaframleiðslu. Þetta held ég að gjörbreytist núna og við eigum að nýta þann meðbyr sem að innlend framleiðsla að ég tel fær núna eftir að veirufaraldurinn er svona komin under control, ef það er einhvern tímapunkt hægt að segja það, til þess að styðja bæði við mjólkurframleiðsluna, innlenda kjötframleiðslu, grænmetismarkaðinn í heild sinni, eða framleiðsluna í heild sinni segi ég, það verður gert bæði með því að finna leiðir til þess að lækka raforkuverð. Því að ég held að það sé annað sem er að gerast núna, að ég held að menn almennt sé átta sig á því
að það mikilvægt að nýta raforkuna sem við erum að framleiða hér heima til innlendra framleiðslu, hvort sem það er iðnaður eða matvælaframleiðsla. Og ég held að verðþrýstingurinn upp á við muni minnka í framhaldinu og að það muni gera okkur kleift að finna leiðir til þess að lækka raforkukostnað matvælaframleiðanda verulega. Við sjáum þetta í rauninni, ég held að við getum sagt allstaðar í allri erlendri fréttaumfjöllun að þjóðir og ríki að horfa inn á við, bæði hvað varðar iðnaðarframleiðslu og matvælaframleiðsluna og það getur ekkert annað gerst hérna hjá okkur á þeirri eyju sem við búum á. Þannig að ég held að það verði bara flötur á því að styðja með enn ákveðnari hætti við innlenda matvælaframleiðslu heldur en hingað til hefur verið gert og við eigum að vera í fararbroddi hvað það varðar. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Bergþór. Næsta spurning. Hvernig sér Miðflokkurinn fyrir sér að best sé að byggja upp atvinnulíf á Íslandi á ný eftir að faraldrinum lýkur og þarf breytingar á núverandi kerfi? Sigmundur, gjörðu svo vel. Já, þetta er mjög áhugaverð spurning. Og stuttasvarið já, það mun þurfa breytingar á núverandi kerfi. En fyrst og fremst, til þess að vera í stakk búin, til þess að byggja upp atvinnulífið þegar að faraldurinn liðinn hjá, þá þurfum við að verja það sem við höfum. Því að byrjunarreiturinn verður svo miklu aftar ef að við missum fjölmörg fyrirtæki sem að fólk hefur lagt mikið á sig við að byggja upp á undanfarnum árum og jafnvel áratugum, missum fólk í atvinnuleysi, þá byrjunarreiturinn allt annar og miklu erfiðar að byggja upp. Þess að fyrsta skrefið í þessari krísu að verja núverandi stöðu. Og það lítur meðal annars að greinum eins og Bergþór var að hérna áðan, landbúnaðinum. Það sem að menn hafa verið að mínum mati þrengja greininni á undanfarnum árum, meðal annars með reglugerðum sem að henta okkur ekki frá Evrópusambandinu og eins og Bergþór benti á, nú tækifærið eins og svo mörg flest Evrópuríkir að gera, að hugsa hagsmuni okkar og komast út úr mörgum þeirra vandræða sem að við höfum komið okkur í áður á því sviði, eins og önnur Evrópulönd að gera. Þau eru núna að hugsa sig og það sem að hentar uppbyggingu til framtíðar í þeirra löndum. Og þetta á við á mörgum sviðum, ekki bara á sviði landbúnaðar. Menn tala alltaf nýsköpun þegar það krísa, mikilvæg nýsköpun og það alveg rétt. Það kemur oft heilmikil nýsköpun út úr krísum og kreppum og við þurfum að styðja við slíkt. En það gerist eins og áhrifin af því kom ekki fram strax. Þess að fyrst að verja það sem við höfum en leið að gera ráðstafanir til þess að gera kerfið okkar betur í stakk búið til að byggja upp. Og þá komum við nú og lítur að meginefni spurningarnar, komum við atriði sem við vorum að ræða töluvert áður en þetta allt saman byrjaði, þetta ástand. Og það báknið, það kerfið sem að hefur þróast með þeim hætti að það ekki bara stækkar, heldur hefur orðið að mikilli hindrun í uppbyggingu atvinnulífs í því að fólk fái betri vinnu, fyrirtæki ráði fleira fólki í vinnu á betri kjörum. Þannig að ég vona að einn af lærdómunum af þessu ástandi verði sá að við tökum á bákninu og skerum það niður. Og þegar ég tala báknið þá ég sjálfsögðu ekki að tala grunnþjónustu ríkisins eins og heilbrigðisþjónustu og slíkt. En jafnvel þar þarf að laga kerfið. Því að ef kerfið virkar ekki í heilbrigðisþjónustunni jafnvel, þá skiptir engu máli hvað bæti miklu fjármagn í það mun ekki duga. Þannig að við þurfum að laga þessi kerfi og við þurfum að draga úr bákninu sem líka sérstaklega nauðsynlegt þetta núna. Vegna þess að við einfaldlega höfum ekki efni á því að viðhalda eins stóru bákni og við höfum gert. Nú þegar ríkið farið að greiða 20 milljarða á mun fyrirsjáanlega, næstum við sem greiða enn fleiri 20 milljarða, jafnvel 100 milljarða í það að verja atvinnulífið, halda því gangandi, þá getum við ekki á sama tíma
varið bákn sem að setur hindranir í veginn fyrir þá sem vilja byggja upp, vilja stofna fyrirtæki, ráða fólk í vinnu, búa til verðmæti. Að við þurfum að laga ríkiskerfið að því að vera í þjónustu við almenning, hvetjandi fyrir fólk sem vill framleiða verðmæti og ráða fólk í vinnu, en ekki letjandi, ekki búa til hindranir. Og sem betur fyrir erum við í Miðflokknum búin að vera að vinna mjög mikla vinnu undanfarna mánuði að tillögum í þessu efni sem að við munum kynna þegar tíminn er réttur hvað það varðar. Takk fyrir þetta, Sigmundur. Bergþór, næsta spurning kannski til þín. Hver sjáu þið fyrir ykkur að verði áhrif faraldursins á eldri borgara? Gjörðu svo vel. Takk Fjóla. Það er kannski fyrst að segja varðandi þetta að Sigmundur kemur kannski inn á það sem follow-up en það er auðvitað eitt af því sem að hann lagði upp með og lagt var upp með strax 2017 var að stærsta loforðið sem að átti eftir að uppfylla og en var í vinnslu þegar frá var horfið í ríkisstjórn Sigmundar 2013-2016 var einmitt að leiðrétta kjör eldri borgara. Þannig að það er búið að vera í forgrunni síðan í síðustu kosningum að koma þeim verkefnum áfram. En varðandi áhrif veirunar á eldri borgara svona þröngt horft á það, þá eru þau þetta gríðarlega mikil og það er sennilega engin hópur sem hefur haft fundi meira fyrir samkomubanninu og heimsóknarbönnum til dæmis á hjúkrunarheimilum og þar fram eftir götunum og ég held að þegar svona þessu fer að linna og letta á þessum samgöngutakmörkunum í skrefum, þá þurfum við að sýna það í verki að það sé einhver meining, ekki bara hjá okkur í Miðflokknum, heldur líka þeim sem hafa tekið undir sjónarmið okkar það sem af er þessa kjörtímabils. Og ég held að það sé í rauninni þannig að þetta er bæði það að svona vinna eldri stéttirnar út úr þeirri stöðu sem hefur myndast núna í tengslum við þessar takmarkanir miklu núna, en síðan kannski miklu heldur að koma þeim svona á þann stað hvað utanumhald kerfis, framfærslu og annað slíkt varðar sem að forsvaranlegt er bara til þess að við getum verið stolt og ánægð með það samfélag sem við byggjum. Ég held að það sé svona kannski, ég held að við þurfum að leggja meiri áherslu á að ná í skottið á okkur hvað stöðu eldri borgaranna varðar, heldur en akkúrat að horfa mjög þröngt á áhrifin innan kórónuveirufaraldursins. Þau eru náttúrulega veruleg óþægindi, bara út frá takmörkunum og samskiptum og þar fram til götunum. En stóra máli held ég sé það að við náum að styðja og styrkja stöðu eldri borgara í samfélaginu almennt og það höfum við auðvitað verið að leggja ýmsu frumvörp fram vegna þeirra stefnu. Nú það eru auðvitað skerðingar og annað sem er ekki tími til að fara út í hér sem eru því miður bara algjörlega óþolandi eins og það liggja. En ég er nú bjartsýnn á að þegar þessu linnir þá einhvern veginn verði meiri stemming fyrir því að horfa inn á við í hlutum hvað hluti varðar eins og þessa heldur en lengi á undan. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Bergþór. Þið hafið talað fyrir því að lækka eða fella niður tryggingagjaldið út árið. Eru fleiri skattar sem þið teljið að sé ástæða til að lækka eða fella niður strax? Sigmundur, gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir. Já, það er ýmsir skattar sem að hafa hækkað mjög umtalsvert á undanförnum árum og kannski sérstaklega á árum eftir bankahrunið. Það sem eftir því hvernig er talið voru 100 eða 200 skattahækkanir á 4 árum. Þessu hefur ekki verið snúið tilbaka nema mjög litlu leyti. Og þegar að staðan er eins og hún er núna, þar sem að ríkissjóður stendur vel, en það er frost
að miklu leyti í atvinnulífinu, í hagkerfinu og atvinna mjög margra í verulegri hættu, ef menn ekki búin að missa vinnuna nú þegar, að þá þarf að gera þær breytingar á skattkerfinu sem að mynda mesta hvata í rétta átt. Og þetta höfum við alltaf reynt að leggja til grundvallar, að búa til jákvæða hvata sem að hvetja til aukinnar verðmætasköpunar, meiri vinnu og betri tekna hjá almenningi. Eitt af því sem ég vil nefna í þessu sambandi sem að kemur þá kannski frekar til tals eftir að meginkrísan liðin hjá, það að reyna að komast út úr gildru svokallari jaðarskatta, skatta sem að í rauninni gera fyrirtæki mjög erfitt fyrir að bæta kjör fólks. Því að það kostar svo gríðarlega mikið fyrir fyrirtækið að bæta kjör hvers og einn starfsmanns tiltölulega lítið. Því það fer allt að meira og minni skatta. Þannig að svarið við þessu að ég tel að það þurfi algjöra endurskoðun skattkerfisins. Og það má kannski segja að þetta sé eitt af því sem við höfum klikkað á í ríkisstjórninni á sínum tíma, að fara ekki betur í gegnum þær breytingar sem höfðu orðið árun og undan og gera róttækar lagfæringar. Ég get reynt að afsaka það með að við höfum verið upptekin ýmislegt annað, en við hefðum átt að taka stærri skref þegar á þeim tíma í þessa veru. Og við munum þurfa að gera það núna, sérstaklega núna, þegar við þurfum framhaldi af hápunkti krísunar að bæta auknu súrefni inn í atvinnulífið og gera fólki betur kleift að bæta tekjur sínar. Og hvað gerast að tekjur fólks batna, þá hefur það meiri peninga til þess að kaupa sér þjónustu og hluti af öðrum og þá byggir upp þá starfsemi. Það hafa, eins og ég nefndi áðan, ýmsir skattar hækkað og nýir verið fundnir upp, eins og þetta svokallaða kolefnisgjald og aðrir refsiskattar, eins og ég myndi kalla það. Núna þurfum við þessar aðstæður að velta fyrir okkur hvort að ekki sé tímabært að lækka slík gjöld og í sumum tilvikum jafnvel afnema það. Takk fyrir þetta, Sigmundur. Næsta spurning, hvernig best að koma til móts við þá sem berjast í bökkum með sín fyrirtæki og til hvaða aðgerða þarf að grípa til þess að byggja upp íslenskt atvinnulíf og efnahag að loknum faraldri? Bergur, til þín. Já, takk, Fjóla. Þetta auðvitað margþætt, en til skamms tíma þá þarf auðvitað að stilla upp þeim viðbrögðum stjórnvalda að fyrirtæki og heimili hafi trú á því að menn komist til lands úr þeirri stöðu sem nú er uppi. Og eins og ég kom inn á í inngangsorðunum mínum, þá blasir við öllum núna að það var allt of skammt gengið í þessum fyrstu viðbrögðum. Það er þannig að fyrirtæki, maður heyrir í atvinnurekendum mjög reglulega þessa dagana, sem eru algjörlega miður sín yfir því að vera með góðan rekstur, hafa verið með góðan rekstur, oft með fjárfestingar sem við þurfum að grípa til uppbyggingar á síðustu árum, sérstaklega þá í ferðaþjónustunni, og síðan verður verða þessar hamfarir. Þetta er auðvitað ekkert eðlileg, þetta er ekki eðlileg samdráttarhliðrun eða eitthvað svona eins og verður við svona uppákomur sem verða reglulega í heimshagkerfinu til dæmis. Heldur þetta bara algjört tekjuhrun á svo mörgum stöðum. Og ég held að það þurfi að ná að ramma inn það hvernig fyrirtæki komast fyrst til skamms tíma í gegnum það að tomma fastakostnaðinn sinn. Því að það er auðvitað þannig að þegar tekjurnar eru engar, þá eiga menn ekki einu sinni fyrir 25% laununum sem eftir í hlutabótunum, en það er algjörlega útilokað að menn eigi fyrir leigu, alls konar þjónustugjöldum, aðgangi að bara svona lítið dæmi í rekstri hvers fyrirtækis, aðgangur að því að borga fyrir bókhaldskerfi. Svona þættir hverfa ekkert og það þarf að ná utan þennan kostnað. Hvað þarf til þess að fyrirtækin tommi fastakostnaðinn? Það er að mörgu leyti auðveldara þó sé erfitt til mjög skamms tíma. Þá hugsa ég verði auðveldara nokkur leyti vegna þess að þeir eru auðvitað bara allir í þessum vandræðum á sama tíma.
þá held ég að breytilegi kostnaðurinn verða mörgu leyti auðveldari við að eiga, en fasta kostnaðinn verða menn að ná utan um. Og það fyrst og fremst strax að koma þeim skilaboðum út til kerfisins að það verði gengið til aðgerða sem duga til þess að koma mönnum í gegnum svona bráðahlutann. En þá komið á svona seinni þættinum sem uppbyggingin, og þar þurfa stjórnvöld strax að senda út þau skilaboð að það verði gengið miklu lengra heldur en gert var í fyrsta aðgerðapakkanum. Það fyrir fyrirtæki sem er búið að komast í gegnum bráðahlutann mjög líklegt að skuldsetning verði mikið, skammtímaskuldir mjög háar eins og lausnunum hefur verið stillt upp og þar fram til götunum. Þannig að ég held að ríkið þurfi mjög fljótlega að koma stíga inn og segja, heyrðu, það mun mikið af þessum sköttum sem búið að fresta mun ekki innheimtast, og það mun auðvitað ekki innheimtast hjá fyrirtæki sem fer í þrot. Þannig að það þarf að útfæra leiðir almennar sem að gera fyrirtækjum kleift að komast úr bráðafasanum inn í svona langtíma uppbyggingarhlutann, og þar þarf ríkið í rauninni, fyrst og fremst það skilaboðin. Við munum ganga miklu lengra heldur en við verðum að gera núna. Í öðru lagi þarf ríkið að senda skilaboð, við munum draga úr öllu því íþyngjandi regluverki sem búið að vera að halda svona dálítið kælandi hendi yfir atvinnulífinu langa hríð. Nú þurfum við að taka okkur til og stíga skref tilbaki því. Og síðan þarf við þetta að fara í það sem snýr að framkvæmdahluta ríkisins með miklu meira afgerandi hætti heldur en merki hafa verið send út hingað til. Það er búið að ramma inn 15 milljarða framkvæmdapakka ríkisstjórnarinnar eins og honum var stillt upp í fyrstu aðgerð. Það bara því miður, þá ekki hægt að orða það öðruvísi en svo að það sé vall upp í nös og ketti, en þá vísað í það kemur 60 milljarða framkvæmdapakki núna fyrir í vor, þar sem við ætlum að setja 20 milljarða á ári. Nú er ég að leggja ríkisstjórnin orðið í munn, þar sem ríkisstjórnin ætlar að setja 20 milljarða á ári í 3 ár í framkvæmdir. Þessi 20 milljarðar á ári, þeim munu dreift ansi víða undir þetta falla snjóflóðavarnir, vegagerð, flugvellir, hafnir, dvalarheimili. Ég ímynda mér að eitthvað verði sem snúa Landspítalanum. Þannig að það verður svona þunnt smurt þegar þar kemur í hætturum. Og þetta á sama tíma og þörfin á innviða uppbyggingunni æpir á okkur út allt. Þá held ég að, það er algjörlega augljóst að ríkisstjórnarflokkarnir eru að taka allt of lítil skref í þeim efnum að senda skilaboð til markaðarins. Nú förum við í þessi verkefni. Það hefur aldrei verið auðveldara að fjármagna svona verkefni fyrir ríkissjóð heldur en núna, þrátt fyrir allt. Fjármögnunaraðilum vantar verkefni, það sem traustur skuldar, ef svo má segja, sem íslenski ríkissjóðurinn í dag vegna aðgerðanna sem var gripið til í tíð Sigmundar Davíðs í forsætisráðuneytinu, og það verður ekki vandamál að fjármagna innviða framkvæmdir hér á Íslandi næstu árin. Og þessi merki þarf að senda út fljótt til þess að menn, atvinnulífið, aðilar sem standa í rekstri og starfsmennirnir með þeim hafi trú á því að menn komist til lands þegar krísunni fer léttir. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta. Sigmundur, til þín, hvaða aðferðafræði er verið að styðjast við mat á afléttingu á boðum og bönnum á samfélagi í kjölfar COVID-19? Já, þetta er bæði mjög góð og mjög erfið spurning. Þetta hefur mikið verið til umræðu, hef ég tekið eftir í mörgum löndum undanfarin misseri. Eitthvað síst í Bretlandi núna akkurat undanfarna daga, þar sem að stjórnvöld vilja ekki gefa þetta upp, og þá með þeim rökum að ef að þau útlisti of snemma hvað þau ætla sér að gera, að þá sé hættan svo að fólk fara að haga sér eftir því en ekki gildandi reglum. Ég satt að segja veit ekki frekar en nokkur annar sem að fylgist með reglum og daglegum fundum hvað tekur við næst að öðru leyti en því sem að hefur verið kynnt þar. En ég ímynda mér að menn muni vilja hafa vaðið fyrir neðan sig, ef svo má segja, og meta aðstæður dag frá degi og bregðast þá við. Sem að er kannski eðlilegt við þessar aðstæður og ólíkt því sem á við
í efnahagsmálum þar sem að stjórnvöld þurfa að hafa meiri langtímasýn og búa til mismunandi sviðsmyndir og vera tilbúin til þess að bregðast við þeim og tilkynna þær. Í heilbrigðishlutanum þá þarf jú að hafa ólíka sviðsmyndir og vera tilbúin að bregðast við þeim. En mér sýnist á öllu að stjórnvöld, heilbrigðisstjórnvöld, telji ekki rétt að útlista of mikið hvað þau sjá fyrir sér. Væntanlega þessari sömu ástæðu og til umræðu í Bretlandi að menn vilja tryggja það að fólk fylgi gildandi reglum frekar en að fara að líta til hugsanlegra breytinga sem hafa verið boðaðar eða yrðu boðaðar framtíðina. En ástæðan fyrir þessi spurning svo sérstaklega áhugaverð svo að hún lítur að stóra viðfangsefninu núna. Allar þessar efnahagslegu afleiðingar eru áhrif af heilbrigðisvandanum og mér sýnist ljóst að við eins og önnur lönd munum þurfa að ná einhverju blöndu af því að viðhalda heilbrigðisörygginu en leið að fara að hleypa súrefni inn í hagkerfið og gefa fólki möguleika á að afla sér tekna og vinna. Og sem betur fer eru til ákveðin fordæmi það að þetta hafi gengið þokkalega, jafnvel bara vel. Ég hef verið mikið að skoða drónin í Taívan. Síðast þegar ég athugaði stöðuna þar, þá höfðu 6 manns látist af völdum þessara veru í Taívan, sem 20 milljóna land. En þeir hafa tekið þetta mjög föstum tökum frá upphafi varðandi heilbrigðismálum og komið sér upp fyrirkomulagi sem hefur gert þeim kleift að koma lífinu smátt og smátt í eðlilegra horf. Og í þessu ástandi þá þurfum við að hafa samstarf ólíkra ríkja og læra því sem best reynist annars staðar. Og ég vona að íslensk stjórnvöld geri það, að þau líti til þess sem gengur vel annars staðar og forðist mistök sem að menn sjá fram á í tilteknum löndum leið. Og þá held ég að það verði hægt að gera þetta hvort tveggja samtímis, að verja almenning og þetta sérstaklega þá sem eru veikastir fyrir, en samt að koma í veg fyrir hrun hagkerfisins. Takk fyrir þetta. Bergþór, næsta spurning til þín. Hverjar eru áherslurnar gagnvart fólki og fjölskyldum sem hafa jafnvel misst stóran part launatekna sinna? Hefur verið nóg gert? Þetta stór og snúin spurning. Við höfum bent á það síðan svona umræðan lausnirnar fór af stað að það væru mjög margir hópar og margar stéttir sem væru að falla milli skips og bryggju. Og jafn skrítið og það nú þá var mjög erfitt að fá ríkisstjórnarflokkana til að borðinu hvað það varðar að ná svona utan þá hópa að með þeirri einu undantekningu að sjálfstætt starfandi listamenn held ég að sé óhætt að segja hafi fengið svona nokkuð tryggilega stöð undir verndarvæng ríkisstjórnarflokkana. En aðrir hópar sem að til dæmis varðandi einyrkja hefur staðan verið allt og óljós og snúin og skammt gengið og margar aðra hópa og sérstaklega einyrkja og svona minni fyrirtæki þá hafa og ný fyrirtæki. Það mikið talað það núna að nýsköpun sé það sem á að bjarga okkur út úr þessu og það gott og gilt sjónarmið. En fyrirtæki sem eru nýstofnuð, þau eru algjörlega út í vindinum í þeim lausnum sem að búið að stilla upp hingað til. Þannig að ef ég byrja fyrst á svona fyrirtækjamegin í smáfyrirtækjunum, þá eru mjög margir sem hafa fallið milli skips og bryggju og fjölmennir hópar og ég bara trú ekki öðru en að það verði mjög ákveðnum hætti litið til þeirra hópa í þeim aðgerðapakka sem ríkisstjórnin ætlar sér að kynna núna á þriðjudaginn ef ég skildi tímasetningarnar rétt. En síðan það hitt varðandi launa, það sennilega best að nálgast það þannig hvað það varðar að viðhalda ráðstöfunartekjum einstaklinga og heimila.
þar þessi hlutabótaleið hefur gripið marga, en það staðreyndin sú að það eru mjög mörg fyrirtæki sem að sjá fram á að þurfa að segja upp þessum starfsmönnum en nýta hlutabótaleiðina á meðan hún í boði til að draga úr lausafjárútstreymi úr fyrirtækinu sínu til að lenda ekki í því að borga fullan uppsagnarfrest fyrstu 3 mánuðina fyrir þá sem eru með þá réttindastöðu. Og ég held að þetta vandamál, það verði ekkit hægt að bíða mikil með að leysa eða koma með lausnir á því. Við sáum það bara núna í vikunni þegar Samtök atvinnulífsins og ASÍ túlkuðu hlutabótaleiðina með sitt hvorum hættinu og ég heyrði Halldór Benjamín, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, segja í viðtali að það horfði þannig við honum að það væri ákveðin ómöguleiki í því að fyrirtæki sem hefði engar tekjur væru með starfsmenn á 25% launum í kannski 2 mánuði en þyrftu síðan að hafa sömu starfsmenn á 100% launum í 3 mánuði eftir á meðan uppsagnarfresti væri að ljúka. Þannig að þetta eru sjónarmiðin sem að verður að takast á við núna strax. Og þetta skilaboðin sem Halldór Benjamín var auðvitað að senda þarna fyrir hönd Samtaka atvinnulífsins var að þessi fyrirtæki væru meira og minna öll í köku eins og staðan er núna og það blasti ekki við neitt annað heldur en gjaldþrot hjá þeim sem að þyrftu að nýta sér uppsagnarleiðina í kjölfar hlutabótaleiðar. En varðandi það hvort það sé búið að ganga nógu langt þá komu inn, það var brugðist við athugasemdum okkar meðal annars varðandi það að það væru engar skerðingar hjá þeim sem væru með 400.000 krónur og lægra. Þannig að fyrir lægri lægstu tekjuhópana þá bara munar það miklu 10, 20, 30 krónur á mánuði að það var algjörlega ótækt að nálgast lausnina eins og ríkisstjórnin stillt upp í byrjun og það var mjög ánægjulegt að við þeirri athugasemd væri brugðist. En síðan auðvitað eins og við þekkjum gengur þetta upp launastigann og nær ákveðnu þaki þarna í námunda við milljónina. Ég man töluna nú ekki nákvæmlega. En hvort það er nógu langt gengið, ég held að sé mjög mikið eftir, en ég held að hafi tekist ágætlega til við að lagfæra hlutabótaleiðina hvað lægri tekjuhópana varðar, en öll hin vandamálin sem ég nefndi áðan er óleyst. Takk Fjóla. Takk fyrir þetta Bergur. Nú hefur fjölmiðlafrumvarp Framsóknarflokksins hvorki gengið né rekið og virðist nú vera stopp í nefndum og ekki líkur á að sá stuðningur nýtist nú þegar mest þarf að halda fyrir einkarekna fjölmiðla. Hver er afstaða Miðflokksins til frumvarpsins? Myndi Miðflokkurinn styðja sértækan stuðning til fjölmiðla nú vegna ástandsins án frekari tafa? Sigmundur, kannski best að þú svarir þessari. Já, þetta er mjög áhugavert mál og hefur verið að velkjast í nefndum og í ríkisstjórn mjög lengi núna. Ég held að það hafi verið kynnt 3 sinnum, ef ég man rétt, af hálfu ráðherrans og fyrst daginn eftir að fjárlög voru kynnt, þá var þetta mál lagt fram og þó sást það hvergi í fjárlögunum. Þannig að það segir kannski sína stöðum hversu erfitt hefur reynst að komast til botns í þessu. Við lögðum fram okkar eigin tillögu Miðflokkurinn hvernig mætti koma til móts við einkarekna fjölmiðla og jafna stöðuna á fjölmiðlamarkaði. Og hún fól í sér meðal annars að færa hluta af tekjum ríkisútvarpsins sem eru þetta bara skatttekjur til þessara fjölmiðla, gefa fólki kost á að velja hverja það vildi styðja við. En staðan er þetta mjög breytt hjá fjölmiðlum eins og öðrum fyrirtækjum frá því að þessu umræða byrjaði og ég held að sé eðlilegt við þessar aðstæður að styðja fjölmiðla sérstaklega með sértækum aðgerðum eins og önnur fyrirtæki sem að verða verulega fyrir barðinu á þessu ástandi. Og þá er ég ekki að tala að menn notið þetta tækifæri ef svo má segja til þess að setja á einhverjar reglur sem að gilda í 30 ár eða lengur, heldur að það sé sérstaklega brugðist við rekstrarvanda einkarekinna fjölmiðla sem var mikill fyrir. Nú er staðan svo að það er mikið fylgst með fjölmiðlum en tekjur þeirra hafa hrunið af því að menn er ekkert að auglýsa
eðlilega að sama skapi og áður. Þess að ég held að fjölmiðlar séu meðal þeirra fyrirtækja sem uppfylli skilyrði að fá sérstakan stuðning í þessu ástandi, en í framhaldinu þarf svo að setja almennar reglur hvernig staðan jöfnuð á fjölmiðlamarkaði. Því það ekki hægt fyrir alla þessa litlu einkareknu miðla sem meira og minna allir berjast í bökkum að þurfa á sama tíma að takast á við eitt risafyrirtæki sem að ríkið ábyrgist og rekur og mjög ásælið, skulum við segja, til dæmis á auglýsingamarkaði. Þannig að þarna þarf að jafna leikinn. En fyrsta skrefið sem viðbrögð við krísunni núna að koma til móts við fjölmiðla eins og menn koma til móts við önnur fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á þessu ástandi. Takk fyrir þetta. Næsta spurning. Teljið þið að neysla dragist það mikið saman næstu mánuði að það verði verðhjöðnun eða að kostnaður verði tekin í gegnum verðtrygginguna með einhverjum ráðum? Bergþór, gjör svo vel. Það auðvitað veruleg hætta á því að samdráttur í efnahagskerfinu verði með þeim hætti að verðhjöðnun komi fram og það náttúrulega algjörlega augljóst að samdrátturinn verður mikill. Ef raunin svo að verði 7–10% samdráttur í vergri landsframleiðslu á næsta ári, þá það áhrif sem eru alveg gríðarleg, svo vægt sé til orða tekið. Og það, þó að verðbólga sem mönnum tekst að hafa stjórn á sé góð, þá verðhjöðnun, sem sagt neikvæð verðbólga, eitthvað sem samfélög og efnahagskerfi vilja alls ekki sjá. Og þannig að ég hræddur að við gætum fundið okkur allavega svona til skamms tíma í þeirri stöðu og að í rauninni samdrátturinn í efnahagslífinu vigti meira heldur en til að mynda ýmsar hækkanir sem verða vegna hækkunar á innfluttum vörum vegna veikingar krónunnar til skamms tíma þegar þetta vegið saman. Þannig að ég hræddur að þessi staða gæti komið upp og það auðvitað alveg augljóst að samdrátturinn í efnahagslífinu verður mjög verulegur á þessu ári að minnsta kosti. En síðan aftur hitt, það var spurt hvort að kostnaður verði tekinn í gegnum verðtrygginguna með einhverjum ráðum. Ef verðbólga fer af stað, þá auðvitað mun verðtrygging lána, húsnæðislána þar á meðal auðvitað fara upp og við höfum nú lagt það til og það var hluti af auglýsingunni okkar sem við birtum núna fyrir rúmum 2 vikum síðan rúmum 3 vikum síðan það sennilega núna að stjórnvöld verði tilbúin með þau viðbrögð að kippa vísitölunni úr sambandi hvað lánastabba heimilina varðar. En í augnablikinu eru þær hreyfingar ekki að sjást. Það ennþá að lækka vextir á sem sagt, vaxtamarkaði, skuldabréfamarkaði eftir hvað við köllum þetta. En við verðum að vera tilbúin því að kippa henni úr sambandi. En það auðvitað þannig ef að til að mynda áhrifin á ríkissjóð og verða þannig að við höfum auðvitað ýmis vopn. Það náttúrulega mjög öflugur gjaldeyrisvarasjóður sem eflaust hægt að minnka eitthvað til að styðja við útgjöld ríkisins í þessu öllu. En á einhverjum tímapunkti þá má nú reikna með að hluti vandans verði leystur með peningaprentun og það nú eitt af því sem þessi sjálfstæða mynt okkar gefur okkur tækifæri til þess leið og útflutningsatvinnuveginni styrkjast með veikingu krónunnar. Dálítið svipað eins og gerðist í kjölfar bankahrundsins. En peningaprentun, hún verður auðvitað ekki tekin í gegnum kerfið nema með verðbólgu. Þannig að svona allt hangir þetta nú saman á endanum. Þannig að ég er hrædd til að svara spurningunni. Ég er hræddur að við sjáum að minnsta kosti svona tímabil verðhjöðnunar, þó ég vona svo verið ekki. Ég held að hluti vandans verði leystur með auknu peningamagni í umferð sem verði síðan, ef svo má orða það svo þannig, flössað út úr kerfinu með verðbólgu svona þegar efnahagskerfið kemst á lappirnar aftur.
ég læti þetta duga fjóla. Takk. Sigmundur, ætlar Miðflokkurinn að leggja til höfuðstólslækkun skulda í stað flókinna úrræði eins og Steingrímur og Jóhann hafa lagt til? Ég hef náttúrulega mína sögu í þessum efnum og eyddi nokkrum árum í að tala fyrir mikilvægi höfuðstólslækkunar sem að svo gekk eftir. Maður hefði þetta alltaf viljað gera meira en það var þó ráðist í aðgerðir sem engin fordæmi voru fyrir hvað þetta varðaði og ég ítrekaði það alltaf að það væri leiðrétting. Það var ekki gjöf ríkisins til fólks. Það væri leiðrétting á stöðu þess vegna þess sem að það hefði með ósanngjörnum hætti lent í. Þannig að nú þegar við erum í nýrri kreppu eða stefnir í mjög umtalsverða nýja kreppu, þá þurfum við að miða viðbrögðin við það hvers eðlis sú kreppa verður. Og það er ekki víst að það verði skuldakreppa. En við þurfum einfaldlega að fylgjast með því hvernig hún birtist og ef hún birtist í mjög auknum skuldum heimila sem ég vona að verði ekki og kannski tengist á síðustu umræðu hjá okkur, að þá þarf að bregðast í því. En aðalatriði þetta, aðgerðirnar á sínum tíma voru ætlað til þess að bregðast við í sérstaka ástandi sem þá var. Og það sama þarf að eiga við aðgerðir sem ráðist í núna. Þær þurfa að miða að því að bregðast sérstaklega við þeim vanda sem að þá er. Og það má kannski, þó ég sé ef til vill að fara fram á mér í samlíkingum, líka þessu við skurðaðgerð. Aðgerðin þarf að miða að því að fjarlægja vandamálið eins og kostur er, en ekki að fara í aðgerð á einhverju allt öðru líffæri eða öðru sviði. Þess að aðgerðir stjórnvalda núna þurfa að miða að því að leysa eðli þeirra kreppu sem við stöndum frammi fyrir, sem á margan hátt verður ólík kreppunni sem við upplifðum fyrir 10 árum síðan. Takk fyrir þetta. Var það næsta spurning sem við fengum sendin. Af hverju lækka vextir á lánum ekki til samræmis við lækkun stýrivaxta? Bankarnir taka helminginn til sín. Bergþór, best að þú svarir þessari. Já, takk fjóla. Þetta er svona nokkur atriði sem koma þarna til skoðunar. En það sem bankarnir útskýrðu þetta þar til nýlega með því að það væri þetta mikil gjaldtaka sem að bæði sérstök skattlagning, það væri mjög háar eiginfjárbindiskyldur og annað slíkt sem gerði þeim erfiðara vik að lækka vexti til svona í línu við það sem að Seðlabankinn var að lækka sína vexti. Og staðreyndin er nú sú þó að það sé ekki kannski vinsælt að tala á þeim nótum, þá höfðu þessar kvaðir á bankakerfið raunverulega töluverð áhrif hvað svigrúm þeirra varðaði til vaxtalækkana. Við sjáum það nú strax til dæmis þegar bankaskatturinn var afnuminn í þar síðustu viku, að þá komu strax með mann rétt Landsbankinn og Arion banki með lækkun vaxta hjá sér. Þannig að þetta var að spila rullu. En það hvort að þetta var að spila jafnmikla rullu og bankarnir vildu meina, það er síðan eitthvað sem að er ekki, maður reiknar sig ekki í gegnum svona í huganum. En ég held að núna engar vextir eru í lægstu lægðum allstaðar í kringum okkur. Vextir eru í hratt lækkandi búnir að vera hérna og ég bara minna á það að í kosningabaráttunni haustið 2017 þá töngluðust við í Miðflokksframbjóðendur á því að þetta raunverulega snerist allt vextina. Það yrði að ná þeim niður, það yrði mesta kjarabótin sem að íslensk heimili gætu fengið til sín. Og það að ég held farið að nálgast 2% svona heildar, svona meðal vaxtakostnaður þessara hefðbundnu lána heimilanna, húsnæðis, bílalána, yfirdráttarheimilda og þar fram eftir götunum. Þannig að okkur að verða ágengt, en staðan auðvitað samt ennþá sú að vextir á Íslandi eru með því hæsta sem að gerist í nágrannalöndum okkar
og við verðum áfram að leita leiðum til þess að ná því niður. En það að nást árangur núna með afnámi bankaskattsins og þessum rýmkunum sem voru gerðar hvað eiginfjárkröfurnar varðar, svokallaða eiginfjárauka. Ég sannfærður það að það ennþá töluvert svigrúm innan bankakerfisins hvað það varðar að draga úr vaxtamunni. En svo þetta annað sem í þessu sem viðkvæmt vissulega að tala þessar á þessum tímum. En bankakerfin eru þetta mjög stór hér á Íslandi ennþá. Þau eru hlutfallslega, þó þau séu allt öðruvísi í laginu núna heldur en þau voru í hruninu, eða fyrir hrun, þá eru þau ennþá mjög stór samanborið við þær þjóðir sem við berum okkur saman við í vaxtakjörum. Og það gæti leitt til hluta þessa vaxtamunar, en til að svara spurninguna á hverju lækka vextir að lánum ekki til samræmis við lækkun stýrivaxta, þá eru þarna þessi þættir sem ég nefndi sem hafa áhrif á það, en ég held að þetta sé nú líka tregðulögmáli hjá bönkunum að gefa eftir tekjustofnana sína, bara eins og þekkt við sjáum það bara á bensínmarkaðnum, svo ég nefni einn markað, að ég vil lúmskan grun það að sú lækkun sem hefur orðið á heimsmarkaðsverði á bensíni á undanförnum vikum og mánuðum, hún skili sér hægar inn á bensínstöðvarnar í dæluverðinu heldur en hækkunin þegar þörf verður fyrir hana. Ég læt þetta duga í bili fjóla. Takk fyrir þetta. Hver skoðun ykkar á því að nokkur sjávarútvegsfyrirtæki hafa haft huga á fylgi eftir skaðabótakröfu sinni á hendur ríkinu? Sigmundur, gjörðu svo vel. Já, hann náttúrulega horfir mjög undarlega við öllum vantanlega, eða flestum að minnsta kosti við þessar aðstæður, að ákveðin fyrirtæki séu að fara í málaferli til þess að krefjast milljarða af ríkinu. Og flest þessara fyrirtækja hafa dregið þessa kröfu tilbaka, skilst mér, en það sem ég myndi hafa smá áhyggjur af við þessar aðstæður að ef að menn nota þetta ástand núna til þess að hætta við að útkljá þetta mál, þá alltaf viðbúið að þegar að staðan fer að lagast og þá sé það enn eftir óútkljáð. Ég óttast það ekki að menn einfaldlega fái dómsniðurstöðu í svona mál og þá liggur hún fyrir, frekar en að viðhalda þessari óvissu fiskveiðistjórnarkerfið að vissu leyti, sem að mun þá ella bara koma upp aftur síðar. En hvað sem því líður, þá meginatriðið þetta að öll fyrirtæki, allir atvinnurekendur, stjórnmálamenn, allir almenningur þarf að sameinast það að gera sér grein fyrir ástandinu núna. Og það sama hvort það eru samtök fyrirtækja í sjávarútvegi eða ASÍ, hver sem það menn geta ekki bara látið eins og ekkert hafi í skorist og haldið áfram með sitt prógram. Ég var til að mynda fyrir miklum vonbrigðum með ASÍ að hluta og var bara mjög hissa á því að þeir Vilhjálmur Birgisson og Ragnar Þór Ingólfsson og fleiri skyldu ekki fá hljómgrunn með það að reyna að laga svona kröfur og aðstæður Alþýðusambandsins að ástandinu, og það sama á við fyrirtækin. Þau þurfa auðvitað að taka tillit til ástandsins sem ríkjandi, en í þessu tiltekna tilviki sem spurt þá þetta dómsmál sem verður væntanlega þá afgreitt einhvern tímann eftir mánuði eða ár, en það væri bara gott fyrir alla, held ég, og stjórnmálamenn líka, að það lægi þá fyrir hvernig dómstólar meta áhrif fiskveiðistjórnarkerfisins, því að við munum örugglega þurfa að gera breytingar á því kerfi. Takk fyrir þetta. Mér sýnist á öllu að við náum einni spurningu í viðbót. Bergþór, kannski best að þú svarir henni. Varðar verð á raforku til stóriðju, þarf að endurskoða þau mál, og varðandi orkupakkmálin, hvar stendur þjóðin nú og til framtíðar í orkumálum? Gjörðu svo vel.
Fyrirgefðu, ég gleymdi að setja mig hljóðið. Fjóla, þú ert semst að biðja mjög stutt svar við þessari spurningu. Ég held bara, ef ég byrja á því í þessu samhengi að tala stöðuna sem uppi í Straumsvík, þá erum við þar með eitt af öflugustu fyrirtækjum landsins sem eru búið til vel launuð störf og stutt við uppbyggingu alveg óteljandi þjónustufyrirtækja sem hafa kjarnan í sínum rekstri við það að þjónusta álverið í Straumsvík og hafa síðan útfært það til þess að þjónusta álverið til dæmis upp á Grundartanga og þar fram eftir götunum og síðan yfir í aðra greinar. Þannig að við erum með gríðarlega mikilvægt fyrirtæki þar sem að við megum ekki gleyma í því ástandi sem nú uppi. Þegar allt gengur út á það að verja störf, þá erum við með verksmiðju þar sem að ég held að heilt yfir sé ekki annað hægt en að segja hafi skilað miklu til íslensks samfélags í gegnum tíðina, alveg gríðarlega miklu. Og þetta orkuverðsumræðan auðvitað hverfist dálítið í kringum álverið í Straumsvík þessa dagana. Staðan er sú að þeir eru auðvitað borga hæsta raforkuverð þeirra stóðurriðu sem í landinu nú stundir. Þeir eru á markaði þar sem að Kína er að niðurgreiða og niðurkeyra verð og komið með 56% heimsmarkaðarins á grundvelli þess að keyra allt í gegnum kolabrennslur á þessum síðustu tímum umræðu í þeim efnum. Og ég á eftir að sjá að sú heimsmynd verði óbreytt eftir þetta. Ég held að þjóðir heims, sérstaklega hérna vestrænu, muni að einhverju marki horfa til þess að fara að framleiða meira heima fyrir og það á við álið eins og allt annað. Og í því samhengi held ég, eins og ég kom inn á fyrr á fundinum, það verði ekki sami orkuverðs hækkunar þrýstingur eins og verið hefur undanfarin ár, þar sem stórir hópar sjá ekki neitt annað en að fara að selja íslenska orku út rafmagnskapal. Ég held að við eigum að horfa til þess að innlend orka sé notuð hér heima, annaðhvort til áframhaldandi uppbyggingar þessara stóriðjufyrirtækja og síðan til innlendrar matvælaframleiðslu með garðyrkjuna þá sérstaklega í huga og þar fram til götunum. Og ég held að það er svo margt sem okkur þungbært í skauti rekstrarlega á þar sem við búum, flutningar og annað, smæðin og fleira. Þannig að við verðum að verja þetta samkeppnisforskot sem að felst í hagstæðu orkuverði. Og ég held að verð á raforku til stóriðju, ég held að það sé skynsamlegt að tengja það meira afurðaverði heldur en til að mynda samningunni í Straumsvík gerir, því að þó að það orsaki það að tekjur til Landsvirkjunar lækki þegar illa árar, þá held ég að þetta, og það er bara samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fæ, þá eru álfyrirtækin til í að borga hærra jafnaðarverð ef að sveiflujöfnunin er innbyggð í samning, heldur en ef að fyrirtækin þurfa að festa sig í föstu verði til lengri tíma. Þannig að ég held að við verðum að skoða það að snúa af þeirri braut sem að Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, hefur markað og fara að láta Landsvirkjun eigendastefnu hennar sem þarf að móta snúast annað en bara hagnaðarlínur Landsvirkjunar. Það verður að horfa til þeirra afleiddu áhrifa sem Landsvirkjun hefur í íslensku samfélagi. Sem Landsvirkjun og raforkuframleiðslan og síðan aftur kaupendur raforkunnar hafa í íslensku samfélagi. Ég held að varðandi orkupakkamálin, þá kallaði það nú eiginlega á heilan svona fund, en við erum auðvitað byrjuð að mónitora núna það sem í pípunum varðandi fjórða orkupakkan. Við erum að fylgjast með því sem að gerast í Noregi varðandi þriðja orkupakkan, en ég held að við verðum líka að nýta okkur þau tækifæri núna sem að myndast þegar allar þjóðir horfa mikið inn á við og reyna að aðlaga sín heimakerfi af því sem þeim hentar en ekki Evrópusambandinu, þá eigum við að nýta öll slík tækifæri sem við höfum til að losna undan íþyngjandi regluverki Evrópusambandsins. Takk fyrir þetta, Fjóla. Takk fyrir þetta stutta svar, Bergþór. En ég vil bjóða Sigmundi að eiga að loka orðið á þessum fundi. Gjörðu svo vel, Sigmundur. Takk fyrir, Fjóla. Ég veit að tíminn er búinn hjá okkur. Við höfum einsett okkur að fara ekki
fram yfir daglegan fund almannavarna. En ef ég skil þetta rétt, ég er nú ekkert mjög góður í þessari tækni, þá hafa verið að bætast við spurningar á meðan á fundinum hefur staðið. Og við viljum þetta helst ná að svara öllum og eins ef menn hafa athugasemdir við það sem við höfum sagt. Þannig að það er bara spurning hvort við höldum ekki einhvern tímann áður en langt líður framhaldsfund. En ég vil þakka ykkur öllum sem hafi fylgst með og sendt inn spurningar. Þetta er búið að vera ljómandi skemmtilegt og ég held að það hafi bara nokkurn veginn gengið upp að minnsta kosti tæknilega. Og ég, eins og ég nefndi áðan, sé ekki alveg með þessa tækni allar á hreinu, þá vonandi hefur þetta virkað. Og getur orðið fyrirmynd að því sem við gerum í framhaldinu. Sérstaklega hef ég áhuga á því að hafa tækifæri til þess að svara þeim spurningum sem hafa bæst við áður en og meðan að fundurinn stóð yfir. En ég veit, Fjóla fundarstjóri, að tíminn minn á þrotum, þannig að ég ítreka bara þakkir fyrir góðan fund. Takk fyrir fundinn.